Kæru sveitarstjórnarfulltrúar, starfsmenn fundarins og aðrir áheyrendur. Ég býð ykkur velkomin til þessa fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar en hann númer 216 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn Guðveig Lind Eyglóardóttir, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir, Silja Eyrún Steingrímsdóttir, Finnbogi Leifsson, Guðmundur Freyr Kristbergsson og sá sem hér talar Magnús Smári Snorrason sem stýrir einnig fundi. Varamenn eru Sigurður Guðmundsson og Orri Jónsson. Starfsmenn fundarins eru Flosi Sigurðsson sviðsstjóri sem ritar fundargerð, en áður en við göngum til dagskrár þá vill forseti óska eftir því að það verði gert fundarhlé á meðan við bíðum eftir að Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir formaður byggðarráðs og Þórdís Sif Sigurðardóttir sveitarstjóri mæti til fundarins þar sem að þær eru að undirrita samkomulag í svokölluðu Húsafellsmáli í þessum töluðu orðum. En í gærkvöldi náðu samkomulag milli allra aðila máls að forsendur væri fyrir því að gera úrslitatilraun til sátta vegna málefnis Gamla bæjar og Bæjargils. Í morgun klukkan 8 hófst fundur sem þrátt fyrir að hafa verið erfiður reyndist árangursríkur og aðrar máls náðu sáttum í málinu. Sættirnar ganga út frá því að eingöngu verði unnið með aðalskipulagsbreytingu og deiliskipulag lóðanna tveggja sem ræðir og samkomulag atriði varða báða aðila. Samkomulaginu verður síðan þinglýst á lóðirnar. Einnig hefur Borgarbyggð samþykkt að greiða 5 milljónir til hvors aðila til að sættir megi nást. Einstakt og afar erfitt mál að ræða sem ekki á sér hliðstæðu og fögnum við því að sættir hafa náðst í málinu. Við væntum þess að sveitarstjóri upplýsi okkur frekar í skýrslu sveitarstjóra hér á eftir, en forseti gerir þá hlé á fundinum þar til þær koma tilbaka og við reiknum svona með að það geti verið alltaf klukkutími og fundur hefjist aftur 5.
Já, þá býð ég ykkur velkomin að nýju til fundar og við hefjum fundinn. Það hafa bæst við fundarmenn, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, aðalfulltrúi og Þórdís Sif Sigurðardóttir, sveitarstjóri, sem starfsmaður fundarins. Fyrir liggur dagskrá í 29 liðum og þar hafa verið þá 19 mál til afgreiðslu og 10 fundargerðir lagðar fram. Forseti vill í upphafi fundar óska eftir að bæta 3 málum við dagskrá en óskað er eftir heimild til að taka málin inn með afbrigðum. Þetta er mál númer 17, reglur fjárhagsaðstoð, 18. liður á dagskrá samþætting aksturs í Borgarbyggð 2021 og 19 tillaga að stofnun hlutafélags Carbfix hf og fleiri dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkt því að við bætum þessu málum á dagskrána að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá hér komið fyrsti liður á dagskrá, skýrsla sveitarstjóra og ég bið sveitarstjóra Þórdísi Sif velkomna í pontu. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn, forseti sveitarstjórnarfulltrúar. Skýrsla sveitarstjóra verður stutt að þessu sinni en 3 mál ætla ég þess að greina frá. Það sem að ber kannski hæst ástæðan fyrir seinkun þessa fundar, þar sem að við vorum að ná sátt ásamt eigundum Bæjargils og Gamlabæjar eða Húsafells 1 í svokallað Húsafellsmáli. En ferlið búið að vera þannig undanfarinn sólarhring að í gærkvöldi náðist samkomulag milli aðila máls, þessari 3 aðila, að forsendur væru fyrir því að gera úrslitatilraun til sátta vegna málefnis Gamlabæjar og Bæjargils. Í morgun klukkan 8 hófust viðræður og fundur þar sem að allir aðilar komu saman, sem að þrátt fyrir að hafa verið erfiður, þá reyndist hann árangursríkur og aðilar máls náðu sáttum í málinu. Fulltrúar allra flokka Borgarbyggðar sveitarstjórnar komu með virkum hætti að málinu og mikil samstaða ríkti. Sættirnar ganga út frá því að eingöngu verði unnið með aðalskipulagsbreytingu og deiluskipulagslóða þessara eigenda, það er að segja Húsafelli 1 og Bæjargili og samkomulag atriði sem varða báða aðila. Samkomulaginu verði þinglýst á lóðirnar. Einnig hefur Borgarbyggð samþykkt að greiða 5 milljónir til hvors aðila til að sættir megi nást. Einstakt mál að ræða sem á sér ekki hliðstöðu og fögnum við því öll hér í dag að sættir hafi náðst í málinu. Við vorum upp á Húsafelli að undirrita samninginn þar sem að Páll var, höfum hitt Sæmund aðeins áður og þannig að samningur hefur verið undirritaður og fögnum við því. Í öðru lagi þá langaði mig að segja frá því að nýr tónlistarskólastjóri hefur tekið til starfa, hún Sigfríður Björnsdóttir, en hún var ráðin í sumar í stað Theodóru og þökkum við Theodóru Þorsteinsdóttur aftur kærlega fyrir sín störf í þágu tónlistarskólans og Borgarbyggðar undanfarna áratugi. Eins og flestir vita þá hefur Borgarbyggð undirritað kaupsamning við Arion banka á Digranesgötu 2 þar sem að ráðgert að ráðhúsið flytji og hefur undirbúningur húsnæðisins hafist. Það þó nóg eftir, þá eftir að teikna, bjóða út og gera breytingar en vonandi getum við flutt þangað sem fyrst og þetta verður náttúrulega ánægilegt að við getum farið undir nýtt þak. Verið að vinna í öðrum húsnæðismálum eins og varðandi ölduna, það að segja dósamóttökuna og hæfinguna, áhaldós og geymslu safnahússins. Þetta er náttúrulega svolítið svona snjóbolti sem við erum að reyna að brjóta niður og erum að vinna hörðum höndum að því að finna leiðir og það eru ákveðnar svona úrbætur sem við erum að sjá fyrir okkur. En undir þessum lið langaði mig í rauninni að gera tillögu að bókun sem er bara samhljóða því sem ég sagði hérna í upphafi til þess að þessi yfirlýsing sé opinber. Kærar þakkir.
Já, takk fyrir þetta Þórdís, tek undir orð sveitarstjóra það hversu mikilvægur áfangi þetta var að ná þessum sáttum og mikill léttir fyrir alla að það sé hægt að breyta stefnu í þessu máli. Þá var ég að hugsa að gefa orðið laust undir þessum fyrsta lið sem heitir skýrsla sveitarstjóra. Einhver sem vill kveða sér hljóðs. Svo sýnist mér ekki vera, en þá hér liður 2 á dagskrá sem heitir lán frá Lánasjóði sveitarfélaga, mál nr. 2108-022, þar sem lögð fram tillaga að lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga OHF í samræmi við fjárhagsáætlun borgarbyggðar fyrir árið 2021. Bókunin svo hljóðandi: sveitarstjórn borgarbyggðar samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð allt að 200 milljónir króna með loka gjalddaga þann 5. október 2034 í samræmi við samþykkta lánsumsókn. Sveitarstjórn borgarbyggðar samþykkir að til tryggingar á láninu höfuðstóls auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðarstanda tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Nánar tiltekið útvarpstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til að fjármagna framkvæmdir ársins hjá sveitarfélaginu. Þessi verkefni fela í sér að vera verkefni sem hafa almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá 2006. Jafnframt Þórdísi Sif Sigurðardóttur sveitarstjóra kennitala 180378 4999 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd borgarbyggðar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélags samanber framangreint sem og til að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Þá byrja ég á því að gefa orðið laust þennan annan lið á dagskrá fundarins. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá ber ég þessa bókun upp til samþykkis. Þeir sem eru samþykkir gjöra svo að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 3. liður á dagskrá heitir skráning byggingafulltrúa hjá HMS 2105148. Afgreiðsla 568. fundar byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að Sæmundur Ágúst Óskarsson verði skráður byggingafulltrúi borgarbyggðar. Og bókunins þá þannig: sveitarstjórn staðfestir að Sæmundur Ágúst Óskarsson verði skráður sem byggingafulltrúi borgarbyggðar hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Orðið gefið laust þennan lið. Enginn sem kveður sér hljóðs. Ég býð Sæmund velkominn til starfa, sem hugsanlega hefur nú verið gert áður, en ber þetta upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir svo vilja gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá 4. liður á dagskrá. Samstarfssamningar hátíðar í borgarbyggð 21.01.027 lagður fram samstarfssamningur milli borgarbyggðar og forsvarsmanna Reykholts hátíðarinnar 2021. Sveitarstjórn samþykkir, bókun þannig að sveitarstjórn borgarbyggðar samþykkir framlagðan samning milli borgarbyggðar og forsvarsmanna Reykholts hátíðar vegna ársins 2021. Ekki seinna vænna að samþykkja þetta. Orðið gefið laust. Enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem eru samþykkir gjöra svo að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Næsti liður 5. liður landsmót UMFI 50+. Ég leyfi mér að bæta við þarna plus í fundan dagskrána 2021, mál 21.03.082, en þetta vegna afgreiðslu 558. fundar byggðarráðs borgarbyggðar, þar sem var sagt að á 198. fundi fræðslunefndar hefði málinu verið vísað til byggðarráðs, sem var landsmót UMFI 50+, og þar var lagt fram minnisblað sviðsstjóra fjölskyldus vegna landsmóts UMFI 50+, og þar var gert ráð fyrir fjárhæð sem var samkvæmt kostnaðaráætlun upp á 1.820.000 sem að fræðslunefnd hafði samþykkt og vísað til byggðarráðs, og það var lagt til við sveitarstjórn að samþykkja að veita þessu fjármunum í verkefnið og gera viðauka við þessari fjárhæð vegna kostnaðarins.
Hins vegar staðan sú að þessu landsmóti hefur verið frestað vegna COVID og því legg ég til að við bókum hér undir þessum lið eftirfarandi að landsmót UMFÍ 50+ hefur verið frestað vegna COVID-19 og lagt til að þessari afgreiðslu verði líka frestað en vísa til fjárhagsáætlana þar sem gera þarf ráð fyrir þessum fjármunum á árinu 2022. Orðið laust. Það enginn sem vill tjá sig þetta mál. Þá ber ég upp þessa bókun til samþykktar eða synjunar. Þeir sem eru samþykkir. Það samþykkt samhljóða. Þá hér 7. liður og þá eru, 7. liður sem heitir breyting aðalskipulags Stafholtsveggir 2 20.09.183. Það afgreiðsla 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til að við sveitarstjórn að samþykkja breytingu á aðalskipulagi borgarbyggðar samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Breytingartillagan tekur til Stafholtsveggja 2. Endanlegri afgreiðslu vísað til sveitarstjórnar sem þá gert hér með þessari bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu að breytingu á aðalskipulagi borgarbyggðar jörðina Stafholtsveggi samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið gefur laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun gjöra svo vel að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá hér 7. liður á dagskrá. Það Stafholtsveggir 2 L194129 nýtt deiliskipulag 21.05.204 afgreiðsla 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir tillögu að deiliskipulagi fyrir ferðaþjónustu í landi Stafholtsveggja 2 landsnúmer 194129 sem hefur verið auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með þeim breytingum sem gerðar voru við tilliti til umsagna sem bárust frá lögbundnum umsagnaraðilum en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulagi samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Bókunin svohljóðandi. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi fyrir ferðaþjónustu í landi Stafholtsveggja 2 landnúmer 194129 samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Ég gef orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég upp þessa bókun sem ég las til þeir sem eru samþykkir. Það samþykkt samhljóða og við förum í 8. lið. 8. liður deiliskipulag golfvallar, íbúðar og frístundalóða í landi Ness í Reykholtsdal 20.09.010. Þar afgreiðsla á skipulags- og byggingarnefndar svohljóðandi. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir tillögu deiliskipulags golfvallar, íbúðarhúsalóða og frístundalóða Nessi, Reykholtsdal, landnúmer 134436 sem hefur verið auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga 123 frá 2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna sem bárust frá lögbundnum umsagnaraðilum en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulagi samkvæmt 42. grein skipulagslaga 123 frá 2010. Við ætla að lesa bara bókunni eins og ég hef verið að gera núna og svo gefa orðið laust. Sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi fyrir golfvöll, íbúðarhúsalóðir og frístundalóðir við Nes í Reykholtsdal, landnúmer 134136 samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og ég byrja á því að gefa orðið laust þennan lið og það enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun gera svo vel að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá eru komin í 9. lið. 9. liður heitir Nes í Reykholtsdal, Hringanes tillaga nýju deiliskipulagi. Dagskrárliður númer 19.12.003. Afgreiðsla 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar var svohljóðandi. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir tillögu að deiliskipulagi fyrir Hringanes og landi Nes í Reykholtsdal,
landnúmer 134436, sem hefur verið auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna sem bárust frá lögbundnum umsagnaraðilum en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til sveitarstjórnar samþykkja deiliskipulagið samkvæmt 42. grein skipulagslaga 123/2010. Bókunin myndi þá hljóða svona: Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi fyrir Hringanes og landi Ness í Reykholtsdal, landnúmer 134436, samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið er gefið laust. Enginn sem kveður sér hljóðs. Þessi maður samþykkir þessari bókun gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. 10. liður. Stóri Árás, vestan 1. Já, landnúmer 135326, Jarðlangsstaðir. Óveruleg breyting á deiliskipulagi átti ábyggilega að vera 20.07.076. Afgreiðsla 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar hljómaði svona: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til sveitarstjórnar samþykkja óverulega breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar á Jarðlangsstöðum, landnúmer 135058. Breytingartillaga var sett fram í greinargerð og uppdrætti dagsett 18.07.2021 er að ræða skilmálabreytingu sem tekur til lóðar Stóri Árás, vestan 1, landnúmer 135326, þar sem heimilað er að reisa 1 hús og 1 geymslu innan byggingareits, verði einnig heimilt að reisa 1 gestahús allt að 30 fermetrar, heimil að byggingamagninna lóðarinnar helst óbreytt sem og aðri skilmálar er snúa hæð, formgerð og útliti er koma fram í gildandi deiliskipulagi. Kynningartími var frá 27. júlí til og með 27. ágúst 2021 og gögn send nágrönnum og öðrum hagsmunaaðilum bréflega. Allir hagsmunaaðilar hafa sent inn undirritað samþykki fyrir breytingunni og samkvæmt 3. málsgrein 42. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 er því heimilt að stytta kynningartímann og leggja máli fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu. Málsmeðferð verður í samræmi við 2. og 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga 123/2010 og endanlegri afgreiðslu er vísað hingað til okkar í sveitarstjórn og bókunum myndi þá hljóma svona: Sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu óbreytt verulegri breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar að Jarðlangsstöðum, landnúmer 135058, samkvæmt 2. og 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Orðið er laust. Enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun gjörðu svo að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. 11. liður. Sumarhús og íbúðalóðir í landi Mels, deiliskipulag 20.06.078. Afgreiðsla 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar hljómar svo: Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir tillögu deiliskipulags fyrir íbúðarhús og frístundahús úr landi Mels í Borgarbyggð, landnúmer 136020, sem hefur verið auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna sem bárust frá lögbundum umsagnaraðilum en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til sveitarstjórnar samþykkja deiliskipulagið samkvæmt 42. grein skipulagslaga 123/2010. Bókunin myndi þá hljóma svona: Sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi fyrir íbúðarhús og frístundahús úr landi Mels í Borgarbyggð, landnúmer 136020, samkvæmt 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun eins og hún hljómaði. Það er samþykkt samhljóða og þá er komið að 12. lið. Kotstekksás, Munaðarnesi, nýtt deiliskipulag, mál 21.05.203. Afgreiðsla 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar er svohljóðandi: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn Borgarbyggðar að samþykkja tillögu að deiliskipulagi frístundabyggðar Kotstekksás í Munaðarnesi, landnúmer 134918 til auglýsingar. Lagður varu fram uppdráttur og greinargerð, dagsetning 05.08.21,
deiliskipulagssvæði er innan frístundasvæðis F62 norðvest á hringveg nr. 1 og er 3,6 hektarar stærð. Svæðið tekur til 5 frístundalóða, 4 5.000 fermetrar að stærð og 1 7.000 fermetrar. Aðkoma að lóðum verður nýjan veg sem nefnist Kotstekksás tengist Jötnagarðsási og þaðan inn á hringveg. Deiliskipulag þetta samræmist gildandi aðalskipulagi. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010, endanlegri afgreiðslu vísað til sveitarstjórnar. Bókunin myndi þá hljóma svona: sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi fyrir frístundabyggð við Kotstekksás í Munnanesi til auglýsingar. Landnúmer 134918 samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er gefið laust þennan lið. Enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem samþykkir bókunin eins og hún var lesin. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin að lið 13, fjóluklettur 9-11, landnúmer 215392 og landnúmer 215394, breyting á deiliskipulagi, mál nr. 2103-100. Afgreiðsla 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar var þannig að skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja óverulega breyting á deiliskipulagi Bjargslandi 2 svæði 1, fjóluklettur 9 og 11. Breytingartillaga var sett fram í greinargerð og uppdrætti dags 08.03.2021. Breytingin felst í því að núverandi parhúsalóðum verði breytt í raðhúsalóðir og hvert raðhús á 1 til 2 hæðum í stað parhús á 2 hæðum. Aðrir skilmálar gildandi deiliskipulags haldast óbreyttir. Málsmeðferð verður í samræmi við 2. og 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga 123 frá 2010. Endanlegri afgreiðslu vísað til sveitarstjórnar. Og það er þá gert hér með og bókunin eða tillögan henni er svohljóðandi: sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu að óverulegri breyting á deiliskipulagi í Bjargslandi 2, svæði 1, fjóluklettur 9 og 11, samkvæmt 2. og 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er gefið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun, allir samþykkir. Þá erum við komin að 14. lið. Það er framkvæmda leyfi vegtenging Urriðarárland, landnúmer 135950, mál númer 2107-081, afgreiðsla 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Það verður svolítið mikið að gera á þessum fundi. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja útgáfu framkvæmdaleyfis fyrir auka vegtengingu í frístundabyggð í landi Urriðarársland í Borgarbyggð, landnúmer 191286, samanber 15. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Bókunin myndi þá hljóma svona: sveitarstjórn samþykkir að gefið verði út framkvæmdaleyfi fyrir vegtengingu í frístundabyggð í landi Urriðarársland í Borgarbyggð, landnúmer 191286, samanber 15. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er gefið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun, það er samþykkt samhljóða. Já, 15. liður, landgræðslan, tilkynning framkvæmd, endurheimt votlendis, Oddsstaðahlíð, landnúmer 220017, mál númer 2105176, afgreiðsla 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja útgáfu framkvæmdaleyfis þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Bókunin er þá svona: sveitarstjórn samþykkir að gefið verði út framkvæmdaleyfi fyrir landgræðsluna vegna endurheimtar votlendis við Oddsstaðahlíð, samanber 15. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er gefið laust. Já, ég vek athygli á því að Sigurður Guðmundsson víkur að fundi undir þessum lið, en þá gef ég orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem eru samþykkir gjöra svo vel að gefa merki og það er samþykkt samhljóða eða með 8 greiddum atkvæðum.
Þá er komið að 17. lið og Sigurður Guðmundsson er mættur aftur til fundar. Það er liður sem við bættum inn með afbrigðum, liður 17, reglur um fjárhagsaðstoð, mál númer 14-01005. En þetta, hvað segirðu? Já, ég ætla bara, hér eru orðið einhver svona smávegis talnaruglingur, ég ætla aðeins að kanna hvað veldur. Já, það er einfaldlega bara dottið út einhverju hluta vegna liður hjá mér sennilega í einhverju svona tilfærslu, en það er liður 16 næst á dagskrá, eðli málsins samkvæmt. Og það er þessi sama heiti á liðnum, það er að segja reglur um stoð og stuðningsþjónustu og fleiri reglur þjónustu við fatlað fólk. Ekki rætt? Já. Þetta er afgreiðsla 117. fundar velferðarnefndar, reglur stuðning og stoðþjónustu út frá lögum félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40 frá 1991 og þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38 frá 2018, samþykktar á þessum fundi og vísa til staðfestingar hér í sveitarstjórn. Og bókunin yrði þá þannig að sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykki framlagðar breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð, en áður en ég ber þetta upp þá vil ég gefa orðið laust. Silja Eyrún ætlar að taka til máls, en hún er formaður velferðarnefndar. Forseti og aðrir fundarmenn, ég ætla bara rétt aðeins að segja aðeins frá hvað þessar breytingar eru. Það er verið að breyta lögum, er að vera að fella út í staðinn lögum reglur um liðveislu og félagslega heimaþjónustu og verið að setja þær inn í sama pakkan sem heiti þó núna stuðnings- og stoðþjónustu, sem er í raun og veru í samræmi við breytingar sem voru gerðar á lögum, eða nýju lög málefni fatlað fólks með langvarandi stuðningsþarfir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Silja. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Leggja eitthvað til málanna undir þessum lið? Sýnist svo ekki vera, og þá ætla ég bara að bera þessa bókun upp til samþykktar eða synjunar. Þeir sem eru samþykki gjöru svo að gera merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Þá er ég sennilega komið þá í lið 17, reglur um fjárhagsaðstoð. Er þetta sem sagt sami liðurinn sem hefði átt að renna þarna saman? Þetta er annar liður sem þarf að... Já, ok. Þá erum við að komin að 17. lið, það sem er mál númer 14-01005, reglur um fjárhagsaðstoð. Þar liggur fyrir afgreiðsla 117. fundar velferðarnefndar til að breytingu samþykkt og vísa til staðfestingar sveitarstjórnar. Og ég geri þá bara ráð fyrir því að við berum upp bókun sem er sambærilega við sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykki framlagðar breytingar og reglum um fjárhagsaðstoð. En ég gef sjálfsögðu orðið laust fyrst. Silja Eyrún, gjörðu svo vel. Já, forseti og aðrir fundarmenn. Í þessari breytingu er verið að gefa starfsfólki á sviðinu rými til þess að vinna mál, og með því að segja að fólk hafi 2 vikur til að skila inn gögnum til þess að bara reyna að vera að flýta fyrir stjórnsýslunni, þannig að þessi ekki að bíða með mál opin of lengi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Silja. Þeir sem vilja kveða sér hljóðs? Sýnist ekki. Þá ber ég upp þessa bókun sem ég las upp áðan til samþykktar eða synjunar.
Þeir sem samþykkir gjöra svo að gefa merki og þetta samþykkt samhljóða. Þá held ég að ég sé komin á lið númer 18 sem samþætting aksturs í Borgarbyggð 2021. Það mál númer 21.05.123 en þannig að samtök sveitarfélaga á Vesturlandi SSV fengu styrk úr byggðaáætlun síðastliðið haust til þess að kanna hvort hægt var að efla almenningssamgöngur á Vesturlandi með því að tengja saman skóla og tómstundaakstur sveitarfélaga annars vegar og landsbyggðastrætó sem stundum kallaður sem rekinn af Vegagerðinni hins vegar. En með þessu væri verið að auka tækifæri menntaskólanema og annarra til þess að nýta sér almenningssamgöngur innan sveitarfélagsins. Á 568. fundi byggðarráðs tók byggðarráð jákvætt í verkefnið samþættingu skólaaksturs innan sveitarfélagsins og var sveitarstjóra þar falið að undirbúa samstarf með samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi, Vegagerðin og Menntaskóla Borgarfjarðar verkefnið. Einnig var þess óskað að þegar fyrir lægi hver kostnaður Borgarbyggðar yrði og nánara fyrirkomulag að málið yrði lagt að nýju fyrir byggðarráð til samþykktar. Hins vegar hefur í millitíðinni verið og svona bent á það hafa getið verið og nauðsynlegt í raun að sækja styrk í byggðaáætlun A10 og það því lagt til hér að við samþykkjum og sækjum þennan styrk sem heitir þetta er aðgerð A10 almenningssamgöngur allt land. En það verkefni gengur út á að styðja við áframhaldandi þróun almenningssamgangna allt land. Stutt verður við leiðir sem hafa mikilvægu hlutverk að gegna út frá byggðarlegum sjónarmiðum. Þannig að þetta ætti að falla vel að þessum styrk, en fái styrkur í verkefni væri það mikilvægur liður í því að það nái fram að ganga. Þannig að þessi liður sem tekin inn hérna með afbrigðum í rauninu fyrst og fremst að óska eftir að sveitarstjórn samþykki að sækja þennan styrk og ef styrkurinn fengist þá myndi það hjálpa okkur áfram í þessu verkefni sem hefur verið almenn sátt að reyna að taka áfram. Áður en ég ber þetta upp til samþykktar þá ætla ég bara að gefa orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs en til að bókun væri þá bara einfaldlega þessi að sveitarstjórn samþykkir að sótt verði styrk í byggðaáætlun A10 almenningssamgöngur land allt og þeir sem eru samþykkir þessu gjöra svo vel að gefa merki og þetta samþykkt samhljóða. Þá hér komin 19. liður sem líka tekin inn með afbrigðum en það tillaga að stofnun hlutafélags Carbfix hf og fleiri dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur. Þetta mál númer 21.06.120 en sveitarstjóri leggur hér fram tillögu að sveitarstjórn samþykki stofnun dótturfélags Carbfix en við vorum einhver á kynningu þetta verkefni sem ákaflega spennandi og mikilvægt verkefni og við sem aðilar af Orkuveitunni sem svona móðurfélag hvers konar höfum þá það hlutverk að taka þetta fyrir á eigendafundi og þá væri hugmyndin hér að veita sveitarstjóra umboð á þessum eigendafundi til þess að samþykkja að þetta dótturfélag verði stofnað. Ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs til að Halldór og Lóa ætlar að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti og ágæta sveitarstjórn. Mér langar bara aðeins að vekja athygli á hversu jákvætt verkefni þetta ekki bara fyrir okkur sem sveitarfélag heldur bara á heimsvísu og ástæðan fyrir því náttúrulega þetta þarf að fara út úr Orkuveitunni að þeim vantar meira áhættufjármagn og Orkuveitan hefur ekki leyfi til þess að vera í áhættufjárfestingum til þess að þróa þessar hugmyndir frekar áfram og þannig að þetta er eina leiðin til þess að Carbfix fái að blómstra og bara fagnum því að þetta skref sé komið allavega þetta langt og ég vona að við samþykkjum þetta. Takk. Þetta Halldór og Lóa tekur undir þetta gríðarlega spennandi verkefni, mikil tækifæri
fyrir okkur öll í þessu. Bókunin, já, eru fleiri sem vilja kveða sér ljós? Nei, svo virðist ekki vera, en þá hér til bókun. Sveitarstjórn samþykkir að stofna verið sérstakt félag Carbfix hf. Sem yrði dótturfélag Carbfix ohf. Og rekstrarfélag fyrir frekari þróun tækninnar. Þeir sem eru samþykkir því gjöru svo vel að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá hér komin 20. liður á dagskrá. En það fundargerð Byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi 565. Þessi fundargerð hér framlögð og það sem eftir kemur hér á fundinum vek athygli á því að Byggðarráð fór með fullnaðar afgreiðslu mála í júlímánuði, vek líka athygli á því að þessi fundir eru svona í svolítið í öfuru röð, hérna kemur fyrst 565 og svo 566. En ég að segja að það í öfuru röð á ég við að nýjasti fundurinn er hérna aftast og hann var ekki fullnaðar afgreiðslufundur. En 20. liður á dagskrá Byggðarráð Borgarbyggðar 565, ég gef orðið laust þann lið. Guðmundur Freyr, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu fundarmenn. Mér langar bara að taka til máls undir 2 liðum. Annars vegar það liður nr. 7, leiktæki á Bifröst. Við erum barnvænt samfélag og þarna bara erindi frá framtakssömum krökkum á Bifröst og langar bara að vekja athygli á því að allir hafa rödd og þarna bara glöggt dæmi að við getum öll haft áhrif í okkar samfélagi. Svo langar mig aðeins að drepa niður eða stíga niður á mál nr. 18 sem Húsafell, tillaga breytingu á aðalskipulagi. Mér langar bara svona árétta að þarna er kynning á vinnslutillögu í formi skipulagslýsingar og þetta í rauninni auka skref miðað við svona venjulegt ferli í breytingum á aðalskipulagi. Þannig að bara það komi fram. Fleira var ekki, takk fyrir. Já, takk fyrir það, Guðmundur Freyr. Mikið orðið laust að 9. Þórdís Sif, gjörðu svo vel. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, fundarmenn. Það mál sem Guðmundur var að vísa hér til áðan varðandi vinnslutillögu, breytingatillögu aðalskipulags á Húsafelli. Í því samkomulagi sem var undirritað í dag þá verið að breyta í rauninni þessu máli aðeins þar sem breytingarnar á aðalskipulaginu munu aðeins eiga undir jörð Húsafells 1 og Bæjargil. Þannig að það verða gerðar breytingar á þessari vinnslutillögu en við höldum áfram að sjálfsögðu með máli og vonum að aðalskipulagsbreytingin nái fram að ganga eins fljótt og auðið er. Takk fyrir þetta, Þórdís. Ég gef það orðið laust að 9. Enginn sem kveður sér hljóðs. Mér langar samt að taka undir með Guðmundur Freyr varðandi leiktækin og Bifröst og segja kannski greina frá því að þarna að ræða erindi frá 2 ungum mönnum, Ágústi Helga Franklinsinni og Hrafni Sölva Vignissinni, þar sem þeir eru að safna fyrir aparrólu og æslabelg á Bifröst og óskuðu eftir aðkomu sveitarfélagsins og lýstu yfir mjög svo frjóum hugmyndum ýmiss konar safnanir sem að þeir voru með í huga eða komnir á stað með og tek undir það með Guðmundi. Þetta gott að sjá svona nýsköpunarkraft í ungu fólki og við þurfum endilega að fylgja þess eftir vegna þess að þarna bókað að Byggðarráð taki vel í erindið og vilji styðja við eins og hægt en við höfum, þegar svona
frumkvæðisverkefni eiga sér stað reynt með aðkomu áhaldahússins að aðstoða við að koma upp svona tækjum og það munum við allavega að gera í þessu tilfelli. Já, þá er orðið laust að nýju. Undir þessari fundargerð byggðarás nr. 565. Enginn sem kveður sér hljóðs og hún telst þá hér fram lögð þessi fundargerð. Þá erum við væntanlega komin á dagskrárlið númer 21 sem er fundargerð byggðarás borgarbyggðar frá númer 566 og ég gef orðið laust þá fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og hún er því hér með fram lögð. Liður 22 á dagskrá er fundargerð byggðarás borgarbyggðar númer 567. Ég gef orðið laust þá fundargerð og þetta er einnig fundargerð sem var þar sem að fullnaðarafgreiðsla mála var hjá byggðarráði, það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá er komið að fundargerð lið númer 23 hér á dagskráni hjá okkur, það er fundargerð byggðarás borgarbyggðar frá númer 568 og það er aftur á móti svo fundargerð sem að við tökum mál úr til afgreiðslu hér á fundinum sem sveitarstjórn en orðið er gefið laust og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þessar fundargerðir þá framlagðar frá byggðarráði, 24. liður á dagskrá fundarins er hins vegar fundargerð atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar. Við búum svo vel að hafa formann nefndarinnar hérna með okkur í dag, þannig ég ætla að bjóða honum að koma hér í pontu og skýra aðeins frá innihaldi þessara fundargerðar. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Sælverið, forseti og aðri fundamenn. Ég ætla að fara hérna yfir fund atvinnu-, markaðs- og menningarnefndar. Þarna vorum við að koma á sumarfríi og nefndin tók sér sumarfrí í júlí. En við byrjuðum aðeins að ræða starfs- og fjárhagsáætlun en hún verður tekin fyrir aftur í september. Þannig að það var aðeins svona þreifað á því. Við fórum yfir markaðsmál en það hefur verið markaðsátak hefur verið í gangi í sveitarfélaginu og ég vona að fólk hafi tekið eftir því bæði í útvarpi og netmiðlum og öllum miðlum og mér finnst bara að hafa vel til tekist. Þetta er stílað á mismunandi markhópa þannig að við sjáum kannski ekki allt sem búum í Borgarbyggð, heldur er þetta líka stílað á fólk á höfuðborgarsvæðinu og þar í kring. Þessi markaðsherferð heldur áfram út ágúst og búið að taka upp töluvert efni sem við eigum til að geta svo farið í markaðsátak á næsta ári áfram, vonandi. Við ræddum líka mál upplýsingamiðstöðvar en upplýsingamiðstöð hefur verið í Ljómalind síðasta árið og við ætlum að fá forsvarsmenn Ljómalindar á næsta fund atvinnu-, markaðs- og menningarnefndar bara til að ræða málin og heyra hvernig til hefur tekist. Og svo fórum við yfir skýrslu samstarfssafna á Vesturlandi sem var lögð fram. Fleira var ekki gert á þessu fundi. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Sigurður. Ég gef orðið laust að nýju. Það er ekki fleiri sem vilja bæta við þetta, tek bara undir með Sigurði vel heppnað markaðsátak. Það verður virkilega gaman að sjá þetta og þetta segja að maður sé stoltur af sveitarfélaginu sínu og ég held að þetta sé auðvitað mikilvægt fyrir okkur til þess að laða að íbúa og gesti en ekki síður fyrir okkur bara til þess að finna það hvað það er sem við höfum og hversu vel við stöndum að vígi. En takk fyrir þetta. Næsti liður á dagskrá er 25. liður og það er fræðslunefnd Borgarbyggðar og þar sit ég
og ætla að segja ykkur stutt frá svona þeim dagskrárliðum helstu sem eru þar, eða voru þar á dagskrá. Þarna var fyrsti liður á dagskrá, þar var fjallað tónlistarskólastjóra í tónlistarskóla Borgarfjarðar og sagt frá ráðningunni sem við fjalluðum eða sveitarstjóri í sinni skýrslu í upphafi, þar sem að Sigfríður Björnsdóttir var ráðin og við bara fræðslunefnd bauð hana að sjálfsögðu velkomna sem og við gerum hér enn og aftur. Annar liður var tómstundaakstur sumarið 2021 en þar höfðum við fengið erindi foreldra varðandi tómstundaakstur. Þá var hugmyndin að auka í og bæta ferðum inn í tómstundaaksturinn og þetta góðra gjalda vert en við sem sagt gátum allavega ekki á þessum tímapunkti orðið við því. Það hins vegar vel hægt að skoða það í tengslu við fjárhagsáætlanagerðina, bara fara yfir tómstundaaksturinn og sjá hvort við eigum einhvern möguleika á breyta leiðum eða bæta. Svo erum við náttúrulega eins og við vorum að samþykkja áðan að sækja styrk til Byggðastofnunar varðandi almenningssamgöngunar og erum að skoða þau mál öll og hugsanlega hægt að halda áfram að þróa þessar pælingar og reyna að samnýta betur akstur innan borgarbyggðar sem ég held að væri mjög gott. Þá var þriðji liður frístundastyrk. Við fengum sem sagt fyrirspurn það hvort að ekki var hægt að nýta frístundastyrkinn til þess að kaupa sér árskort í sund fyrir börn 10–14 ára. Eins og reglunar okkar eru í dag að þá gera þær ekki ráð fyrir því, heldur gert ráð fyrir því að börnin verði að vera í skipulögðu frístunda, tómstunda eða íþróttastarfi sem eru allavega 10 vikur með þjálfara eða leiðbeinanda. En sem sagt, og það markmiðið við því auðvitað bara til þess að auka þessa íþrótta- og tómstundaiðkun barnanna. Þannig að fræðslunefnd var ekki kannski tilbúin til að skoða eða breyta þessu fyrirkomulagi, enda teljum við að þetta sé mikilvægt. Hins vegar vorum við að velta því fyrir okkur hvort að við ættum að skoða það að veita fleiri börnum í Borgarbyggð frían aðgang að sundlaugunum. Það er að segja núna eru yngstu börnin sem fara í frítt í sund. Þarna þetta sérstaka dæmi tók til 10 ára einstakling sem fekk ekki að nýta tómstundastyrkinn til þess að fara og kaupa sér áskort í sund. En ef við gætum mögulega veitt einhverjum fleirum frítt í sund þá erum við að ýta undir þetta, styðja þetta sem skorað á okkur með að börnin væru duglega að sækja sundlaugarnar. Allavega verður þess virði að skoða það og ég bendi á það að þetta með ýmsum sambærilegum hætti víða land. Sums staðar eru allir einstaklingar undir 18 ára sem fá frítt í sund. En þetta þurftum við að skoða og ætlum að gera í fræðslunefnd og sviðsstjóra var falið að skoða þetta, hvað þetta geti kostað og hvernig við myndum geta úthugsað þetta. 4. liður á dagskrá, þar var bara verið að upplýsa varðandi stöðu námsráðgjafa við grunnskólana í Borgarbyggð en sem sagt það hefur verið ákveðið að auka við námsráðgjöf í skólunum okkar og fyrsta lagi kannski bara fagna því. Þetta mjög jákvætt, við vitum að þetta starf er óbúslega mikilvægt og hefur mikið að segja og þá var gerðar ákveðnar breytingar, þetta er ekki sem sagt aukning í stöðugildi sveitarfélagsins þegar voru gerðar ákveðnar breytingar til þess að hægt væri að gera þetta og við höfum verið að auglýsa. Markmiðið sem sagt er að auka þetta 50% en við höfum ekki ráðið í þetta ennþá, ekki fengið ennþá námsráðgjafa í þetta en við höldum því áfram og í sumar hefur verið gert og verður gert. 5. mál á dagskrá eru starfsmannamál við skóla Borgarbyggðar. Það sem sagt var farið bara yfir ráðningar, fólk var bara að velta því fyrir sér. Ástæðan fyrir því þetta mál kemur á dagskrá fræðslunefndar var einfaldlega það að við höfum fengið fyrirspurnir það akkur ekki verið að auglýsa eftir kennurum í skólunum okkar og starfsfólki og við bara sendum fyrirspurn og það bara kemur í ljós að það gríðarlegur stöðugleiki í starfsmannahópnum okkar sem gott og við erum ekki, það hefur lítið þurft að auglýsa stöður en eitthvað þó.
Sjötti liður grunnskóli Borgarfjarðar, framkvæmdar og skólahúsnæði, það var bara verið að fara yfir stöðu mála og það er í þessu tilfelli bara einfaldlega verið að segja frá því að við vorum að vinna og nú er því lokið þarfagreiningu fyrir framtíðar húsnæði í grunnskólanum í Kleppjárnsreykjum. Einar Ingimars er að gera fyrir okkur og sem bara hjálpar okkur til þess að taka næstu skref. Í millitíðinni hefur svo verið ákveðið að fara í ákveðna forhönnun á því, þannig að þetta var svona til upplýsingar fyrir fræðslunefnd. Þá hér 7. liður lagt fram erindi skólastjóra grunnskóla Borgarfjarðar tæki á skólalóðinni hjá þeim í GBF og Hvanneyri, að það var þarna einhver tæki sem þurfti að laga og breyta og þá kemur í ljós að það sem sagt, lóðin er ekki fullskipulögð og ekki rétt skráð. Þannig að þarna þurfti að rýna í það og fara yfir það til þess að hægt var að gera úrbætur á henni. Þá kemur hérna 8. liður þarfagreiningu fyrir húsnæði leikskólann í Borgarnesi. Við fórum sem sagt yfir þá vinnu, það er einnig verið að vinna í tengslum við leikskólana, þarfagreiningu hér í Borgarnesi. Við náttúrulega eins og við munum þá var ákveðin hópur sem að skoðaði möguleikana eða þarfina fyrir hugmyndir stækkun eða á leikskólanum hérna í Borgarnesi og það er enn og aftur svona ánægjuleg vandamál að kljást við hér að börnum hefur einfaldlega fjölgað á svæðinu og aðsókn í leikskólana hefur aukist töluvert. Það er eins og við munum þá bættum við lausum kennslustofum í rauninni skrifstofu rýmum við báða leikskólana okkar hérna í Borgarnesi til þess að svona auka þeirra getu til þess að taka á móti fleiri börnum og það er áfram mikil aðsókn í skólana og mér skilst að þeir séu ekki fullsetnir, ekki báðir ennþá, en það er bara einhver 1-2 pláss eftir síðastur í vissi. Þetta er mjög mikilvægt verkefni og verður mjög gott að fá þetta. Þarna þurfum við líka að gera svolítið tilraun til þess að greina það hvað það er sem er í íbúaþróunum sem gerir það að verkum að börnum fjölgar, því að ekki íbúum endilega fjölga, en vonandi heldur það áfram og við þurfum bara að spýta í lófana með það að bæta við rýmum í leikskólanum okkar. Og þá er það 9. liður og það eru niðurstöður úr skólapúlsinum og ég verð að segja að það er gríðarlega ánægjulegt að fara og fá þessar kynningar þessa dagana í fræðslunefnd. Það bara er þannig að ytri úttektir, innra starf, skólapúls og þá er bara að tala alla skólan okkar er að koma bara mjög vel út og það var ánægjulegt að sjá þessa kynningu þar sem að Helga Jensína, skólastjóri grunnskólans í Borgarfjarðar fór yfir niðurstöðurnar úr skólapúlsnum og það var fjallað með ýmsu þætti eins og við þekkjum úr skólapúlsunum líðan og svona hvernig þeim gengi. Það sýndi svolítið svart á hvítu að það hefði verið unnið mjög gott umbótastarf í skólanum og nemendakönnun 7. til 10. bekkjar sýndi til dæmis niðurstöður jákvæðar breytingar á öllum þáttum nema áhuga á stærðfræði og hreyfingu utan skólatíma. Þessi könnun sem sagt eins og við vitum skiptist í 3 hluta sem skólinn er í þessu tilfelli yfir landsmeðaltal hvað varðar líðan og heilsu og skóla og bekkjaranda en undirlega landsmeðaltali þegar kemur að virkni nemenda í skólanum. En það sem kannski skiptir miklu máli í þessu er að þarna eru mjög margar jákvæðar breytingar og maður sér að það sem er verið að gera er að skila ákveðnum árangri. Þannig að við fögnum því. Fleira var það ekki í þessari fundargerð en þetta var nú þó nokkuð samt. Ég gef þá bara orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá er hún hér framlögð. Næsti liður á dagskrá er hins vegar skipulags- og byggingarnefnd Borgarbyggðar 27. fundur margumræddur hér í upphafi. Ég bið Guðmund Frey sem er formaður nefndarinnar að fara yfir það sem ekki var farið yfir í upphafi. Guðmundur, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti, ágætir fundarmenn. 27. fundur
skipulags- og byggingarnefndar fór fram á morgni þriðjudagsins síðasta, 10. ágúst. 12 mál voru á dagskrá og 10 af þeim hafa þegar komið fyrir á fundinum. Og starfið undanfarið hjá skipulags- og byggingardeild hefur einkennst af sumarleyfum eins og gefur að skilja og skipulagsmálum hafa verið lögð fyrir byggðarráð svolítið í sumar. Þannig að en þessi fundur var svo sem vel undirbúinn þrátt fyrir sumarleyfi og í styttra lagi en vant er. Og fékk ég að vita að það verið þó nokkuð af málum komið fyrir næsta fund, þannig að hann verið sennilega ívið lengri. En í lok fundarins voru 2 mál sem hafa ekki komið fyrir hérna á þessum fundi. Og annað er að snýra fyrirspurn vegna áhuga á að breyta skipulagi á Hallkelsstöðum og nefndin var sammála þar að það þyrfti nánari upplýsingar og fól í rauninni bara deildinni að vinna áfram með landeigendum, að afla upplýsinga. Svo í lokin voru lögð fram til kynningar breytingar á jarðalögum og það er nú sennilega stærsta breytingin sú að ekki þarf stimpil ráðherra til þess að taka land úr landbúnaðarnotum og það er í rauninni, myndi ég segja, vera einfalda svolítið ferli skipulagsmála er snerta meðferð lands í landbúnaðarnotum, en samt í rauninni verið að tryggja stöðu þess í rauninni. Til að mynda í sveitarfélögum gert skylt að við uppskiptingu lands á landbúnaðarsvæðum að þau skuli samrýmast skipulagsáætlunum, mælt er fyrir skyldu að gæta hagsmuna landbúnaðar við skipti á landi og tryggt er að við uppskiptingu jarða að þá er girt fyrir það að hlunnindi og land í rauninni aðskilist, þannig að þetta fylgist alltaf að. Og vonandi verða þessar breytingar bara til þess að einfalda skipulagsferli sem eru tengd þessum málum, landbúnaðarlandi. Fleira var ekki. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Þá gefum við orðið laust að nýju undir þessari fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá erum við með næst á dagskrá velferðarnefnd, fundur 117 þeirra nefndar. Formaður nefndarinnar, Silja Eyrún Steingrímsdóttir, ætlar að fylgja nú hlaði. Gjörðu svo vel, Silja. Já, forseti og aðrir fundarmenn. Fundur númer 117 um velferðarnefnd var haldinn síðasta þriðjudag 10. ágúst og þetta var eiginlega bara svolítið mikill yfirferð og reglum fundur. Við og fyrst var trúnaðarbókin og þar voru náttúrulega samþykktar einhverjar umsóknir og fleira. Í öðru lið var það sem vorum að samþykkja áðan, reglur stuðnings- og stoðþjónustu sem við vorum að breyta og svo var líka verið að kynna draugareglum notendasamninga og einnig draugareglum stuðningsfjölskyldur sem verður haldið áfram að vinna að. Númer 3 voru reglur fjárhagsaðstoð sem við samþykktum einnig áðan. Það var tillagan er sem sagt að bætt verði inn í greinina sé umbunum gögnum upplýsingum ekki skilað innan 14 daga frá því félagsþjónusta óskar eftir þeim, fellur vinnsla umsóknina niður nema gild ástæða liggi fyrir því að mati starfsmanna félagsþjónustu. Og svo fórum við aðeins reglur leigurétt og úthlutun félagslega leiguhúsnæði en þeim liði var svo ákveðið að fresta fram á næsta fundi. Fleiri var ekki gert það. Takk fyrir þetta, Silja. Ég gef það orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og fundargerðin telst þá framlögð. Þá er næstu liður á dagskrá. Númer 28, fjallskilalend Hítardalsréttar. Þetta er fundargerð 60. fundar þeirrar nefndar.
Ok. Það stendur eitthvað annað hérna í haus, en ég trúi þér, Finnbogi, í alvöru. Ég ætla bara að gefa orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Fundargerðin telst til framlögð. Hér kemur svo breyting á dagskrá, þar sem að næsti liður þá númer 29 og það fjallskilunefnd þveráréttar sem þá væntanlega 60. fundur þeirra nefndar. En ég spurning hvort að Finnbogi vilja fylgja henni eitthvað hlaði, en allavega annars gefi ég bara orðið laust þessa fundargerð. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá vil ég bara meina að dagskráin sé dæmd og ég þakka sveitarstjórnarfulltrúum og starfsmönnum fyrir fundarsetuna og áheyrendum og óska okkur öllum til hamingju með tíðindi dagsins. Takk fyrir.